Já, þá skulum við skoða mengi. Mengi eru sem sagt tölur eða hlutir settir saman í hópa. Þar sem að hóparnir eru með ákveðna skilgreiningu. Það getur verið mengi skipa, mengi talna, mengi eins og gerir hérna dýra. Það er fíll, ljón, fiskur, fugl, maður. Það er allt dýr. Íslensku bókstafirnir, A, B, C, eða kannski ekki átt að sé íslensku bókstafum, en skiptir ekki öllu. Og tölurnar 3, 6, 9, 12 og 99 eru tölurnar sem að 3 gengur upp í. 3, 1 sinni 3, 2 sinni 3 er 6, 3 sinni 3 er 9, 3 sinni 4 er 12 og svo gengur upp í hérna 99. Stak, einn svona hlutur er stak í menginu A, þannig að fíll er stak í menginu B. A er stak í menginu C og 12 er stak í menginu A. Þannig að ef við segjum 5 er stak í mengi A, að það hefði, ef 5 hefði verið hér. Ég með annað A hér, annað mengi A. Og það er skrifað 5 er stak í menginu A eða 5 er ekki stak í menginu A, þegar það er ekki í menginu A. Mengi, við getum skrifað til dæmis upp svona og þetta þýðir að x er staki mengi náttúrulega talna, þannig að x er stærri en 3 og minni en 10. Ennið hérna táknar náttúrulega tölur, þetta 3 er minni en x sem er minni en 10 og x er staki, þannig að þetta x er staki í náttúrulegum tölum, þannig að, þetta er hérna að merki, 3 er minni en x sem er minni en 10. Þetta þýðir raunverulega 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Tölunar að því 3 er ekki með, þetta er minni en 3. 3 er minni heldur en x, þannig að allir tölur stærra heldur en 3, þannig að það 4, 5, 6, 7, 8, 9 og við náum ekki 10 að þetta er ekki jafnt og. Og við ákveðum að það séu heilu tölunar af því það eru náttúrulega tölur. Tómamengi. Það er mengi sem hefur engin stök og það er þetta táknað á 2 mismunandi vegu, annað með því að skrifa í rauninni svona danskt Ö eða með bara mengjónum svona slaufusviga og ekkert inn í honum. Já, ég glemdi alltaf að segja hérna, mengi er alltaf táknuð, þannig að þú ert með mengið sem þú kallar A, þá er það jafnt og hefur slaufusviga, stökin með kommu á milli, getur sett punkta eða eru mjög mörg stök og þú vilt ekki skrifa það öllu upp og svo lokar það með slaufusviga. Já, tómamengi það er basically ekkert, það er bara eins og 0 tölstöðum. Þannig að ef við erum með mengið A sem er x er stak í og það sem x er íslenskt mánaðarheiti sem byrjar á B. Það er, við erum í janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember. Það byrjar ekkert á B. Þar af leiðandi er þetta að þegar við segjum að x verði að vera íslenskt mánaðarheiti sem byrjar á B, þá er það tómamengi. Það er ekki neitt annað. Grunnmengi, það eru mengi sem umlykur allar þær stærðir eða tákn sem tilkomandi grein við lausn verkefnisins. Til leystar jafna er grunnmengið oftast mengi allra rauntala. Ef þið eru með til dæmis jöfnabeina línu sem er x plus 3 er jafnt á 0, uppsölun er jafnt á x plus 3, að þá erum við með sem sagt, þá er oftast, eins og tekið fram, grunnmengið allar rauntölur. Náttúrulega tölur. Mengi náttúrulega talna er táknað með bókstafnum n. Það eru tölunar sem notum til að telja og ykkur er kennt að telja með þessu þegar voru bara leikskóla. 1, 2, 3, 4, 5 og upp í 10 og svo eru þau stærri og þá getur þau farið upp í 11. En já, þetta eru tölunar sem notum til að telja. Það kallast lokað mengi gagnvart samlagningu og margföldun. Það er því leyft. Ef þú notar hérna þessar tölur, leggur saman og margfaldar með þeim, þá er það í lagi. Það er ekki, og ég endurk ekki lokað mengi gagnvart frádrætt og deilingu. Það er því ekki leyft. Því 3 mínus 5 er jafnt á mínus 2 sem er ekki náttúrulega tala. Náttúrulega tölur eru allar jákvæða tölur.
Þannig að það er sko, ef þú leggur saman 1 + 2 þá færðu 3, ef þú leggur saman 2 og 3 þá færðu 5, þannig það er í lagi. Ef þú margfaldar saman 1 × 2 þá færðu 2, ef þú færðu margfaldar saman 1 × 3 þá færðu 3, 2 × 3 eru 6. Þannig þú færð tölur út úr samlagningu og margföldun í náttúrulegu tölunum sem eru náttúrulegar tölur og eru því, eins og ég segi hérna, þetta er svona svolítið mikið strangt úr orðað að þið segja leyft og ekki leyft, en það eru sem sagt náttúrulegar tölur og þá færðu út náttúrulegar tölur. Aftur á móti frádráttur og deiling, þá færðu ekkert endilega náttúrulega tölu. Ef þú tekið 3 - 1 þá færðu 2 og það er í lagi, en þú getur ekki verið viss. Heilartölur, mengi heilatalna er táknað með bókstafnum zeta. Það hefur því allar heilar neikvæðar tölur, allar heilar jákvæðar tölur og töluna 0. Þannig að zeta er staki menginu, allar tölur fyrir neðan -3, -2, -1, 0, 1, 2 og 3 og allar tölur þar fyrir ofan. Og þegar maður setur svona allar tölur, þá er maður ekki að segja sko -4,5. Það er ekki heil tala. Þetta er heilar tölur. Það er lokað mengi gagnvart samlagnu frátökum og margföldun, það er semst leyft, en það er ekki lokað mengi gagnvart deilingu, af því þá getur þú fengið brot. Þá ertu í lengur með heila tölu. Ræðatölur, mengi ræðnatalna er táknað með Q. Allar tölur sem hægt er að skrifa á forminu A deilt með P og B er ekki 0. Þannig að mengi lokagart samlagnu frátökum, margföldun og deilingu, þannig að það er orðið allt í lagi. Rauntölur er mengi talna og er táknað með R. Það eru allar þekktar tölur. Það er, þú veist, kvadraturinn 2 og það er píu, það er kvadraturinn 100.000 milljónum. Ef það er þekkt tala og getur fundið töluna, þá er hún. Aftur á móti er þetta ekki ímyndaðar tölur, sem þið lærið seinna, mögulega. Hlutmengi. Ef 2 mengi A og B, þar sem öll stök í A eru líka stök í B, þá eru mengi A hlutmengi í mengi B. Þannig að ef við erum með svona, við segjum að B hérna séu með öllum tölunum sem við erum með, eða þú veist hlutunum, þannig að til dæmis B væri mengi allra dýra á jörðinni, en A væri fíll, ljón, kolkrabbi og maður eða eitthvað, þá er A hlutmengi B, því öll stökin sem ég taldi upp, öll dýrin sem ég taldi upp í A, fyrir A, eru í B, því við sögum að B væri öll dýr á jörðinni. B er sko miklu stærra heldur en A, en það skiptir ekki máli. A er því hlutmengi B. Og þetta er táknað A og þetta er hlutmengi B. Ef, með stórum stöðum, A er hlutmengi B og til er staki B sem er ekki í A, þá er sagt að A sé eiginlegt hlutmengi B, táknað A hlutmengi B. Ef X er staki A, þá er X staki B. Það er það sem við erum að segja. Ef þetta er í A, þá er þetta pottþétt í B líka. Dæmi hlutmengi. Kennarar ML eru hlutmengi í menginu menntaskólakennarar. Þannig að vera kennari í ML, það er maður menntaskólakennari. Skólakórar á Íslandi, eins og bara kórinn í ML, eru hlutmengi í menginu íslenskir kórar. Þannig að þú veist, í íslenski kórar þá eru allir kórar, það eru kallakórar og kvennakórar og blandaði kórar og kirkjukórar og barnakórar og ég veit ekki hvað. Og skólakórar eru hlutmengi í því. Frumtölur eru hlutmengi í N, ferningstölur eru hlutmengi í zeta og ottatölur eru hlutmengi í zeta. Ég kom með svona dæmi. Og ekki gleyma að tómamengið er hlutmengi í öllum öðrum mengjum. Ef þú getur alltaf sett ekkert. Þýndæmi finnir öll hlutmengi mengisins A 1,2,3. Ok. Fyrst getum við tekið hlutmengi, það er bara stakið 1 og svo stakið 2 og svo stakið 3. Svo tekið stakið 1,2, 1,3, 2,3 og svo náttúrulega hlutmengi sem er bara alveg eins og mengi A og svo tómmengið. Þannig við fáum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hlutmengi út úr mengi þar sem 3 stök. Fjöldi mögulegra hlutmengja, almenna reglan er sú að ef að n er stök í A, þannig ef við erum með stökin 1, 2, 3, þá er n 3 í menginu A, þá er fjöldi hlutmengja 2 í enda. Þannig ef við erum með 3 stök, þá erum við með 2 í þriðja.
Sýndæmi. Finnum fjölda hlutmengja mengisins A er jafnt á 1, 2, 3, 4, 5. Þannig við erum með 1, 2, 3, 4, 5 stök. Þannig n er 5. Fjöldi hlutmengja er 2 í enda. Þannig við erum með 2 í 5. Og svo náttúrulega stemplið inn reiknivél og fá svar. Hlutmengi þekktra mengja. Náttúrulega tölur eru einnig hlutmengi í heilum tölum. N er hlutmengi í z. Heilar tölur eru einnig hlutmengi í ræðum tölum. Z er hlutmengi í q. Ræðartölur eru einnig hlutmengi í rauntölum. Q er hlutmengi í r. Þetta er stundum skrifað n hlutmengi, z hlutmengi, q hlutmengi, rauntölur eða r. Veldismengi. Táknum mengið með a. Þannig við erum með mengi a. Mengi sem inniheldur öll hlutmengi a nefnist veldismengi mengisins a. Þannig að veldismengi mengis a er táknað með p af a. Þannig að sérhver stak veldismengisins er því mengi. Fjöldi staka í menginu a er táknað með n. Þá er fjöldi staka í veldismenginu 2n. Sýndæmi. Finnum p af a ef a er 1,2. Jú, við vitum við þurfum að finna öll hlutmengin í a og skrifa þau inn í mengi fyrir p af a. Við vitum að það er tómmengið, svo getum við tekið mengi 1 og mengi 2 og svo saman. Þannig við erum 1, 2, 3, 4 stök mengi í mengi p af a. Gangi ykkur vel.